Komið þið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 13. september. Þing var sett í vikunni og þar með höfum við hleypt á stokkunum kosningavetrinum mikla. Við vitum ekki hvort að kosið verði í september á næsta ári eða jafnvel næsta vor sem við vilja halda fram, en hér verðum við á vaktinni í allan vetur til þess að fylgjast með framgangi þessara mála allra. En það framgangur í fleiri málum. Á forsíðu Morgunblaðsins í morgun sjáum við hreint svakalegar myndir sem útskýra betur en fyrr hversu nærri hið nýrunna hraun á Reykjanesi Reykjanesbrautinni og íbúabyggð í norðri. Það verður fróðlegt að fylgjast með því hvort að þessar jarðhræringar haldi áfram, en sérfræðingur heldur því fram að nýrunnið hraun í endurteknum atburðum gæti náð Reykjanesbrautinni á innan við sólarhring. Stjórnvöld verða að fara að svara því hvernig verði brugðist við í þeim efnum, enda Reykjanesbrautin lífæð okkar út úr landinu. Keflavíkurflugvöllur stóra hliðið til útlanda og ef við höfum ekki Reykjanesbrautina þá þarf að grípa til drastískra ráðstafana til þess að halda vellinum opnum fyrir gestum okkar og okkur sjálfum. Úr pólitík í jarðelda og aftur í pólitík. Fjármálaráðherrann hefur lagt fram fjárlagafrumvarp fyrir árið 2025 og enn á að reka ríkissjóð með miklum halla. 41 milljarður verður það á næsta ári og enn sjáum við að ríkið staflar upp skuldum og borgar hærri og hærri vaxtagjöld af starfseminni. Við munum fylgjast með þessu hér í vetur en líka hér á eftir og ræða við tvo ágæta gesti þau Vilhjálm Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir sem þingmaður Viðreisnar. Þau hafa bæði skoðanir á fjárlagafrumvarpinu og hvað þetta þýði, ekki bara fyrir stöðu ríkissjóðs, heldur líka mögulega vaxtastíð í landinu og verðbólguþróunina sem við vonumst öll að sé núna niður á við. En það eru fleiri tíðindi úr íslensku samfélagi og hagkerfi. Í Morgunblaðinu í gær fjölluðum við aukin vanskil heimilana. Þau hafa aukist ríflega 20% frá fyrra ári, aðeins minna hjá fyrirtækjunum. Seðlabankinn hefur haldið fram að það sé í raun og veru engin aukning í vanskilum, en þar virðast menn á þeim bænum fyrst og fremst horfa til fasteignamarkaðarins og fasteignalánanna, en þannig eru teikn á loft það að það sé að þrengja allverulega heimilunum í landinu. Þetta eru alvarleg tíðindi og það þarf að fara yfir þá stöðu. Við ætlum að gera það meðal annars hér með þessum góðu gestum mínum á eftir, en áður en þau koma og setjast hérna niður þá ætlar Hermann Nökkvi Gunnarsson sem blaðamaður hér á Morgunblaðinu að fara yfir stöðuna í bandarískum stjórnmálum. Það ætlum við að gera hér á hverjum föstudegi, alveg fram að kosningunum 5. nóvember. Fylgist þið með. Já, síðasta þriðjudag þá mættust Kamala Harris og Donald Trump í æsispennandi kappræðum á ABC sem að yfir 60 milljónir bandaríkjamanna horfðu á. AFP-fréttaveitan hefur tekið saman nokkra klippur og við ætlum að horfa á þær hérna. You should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer the question? Would you because veto? Under Roe v. Wade, Answer the question, would you veto? you could do abortion. I'm not taking this from but television. But the people I'm on taking it from television the city saying their manager. dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice We'll President find Harris, out. I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. You need Trump back as president. They were afraid of him. China was afraid, and I don't like to use the word. I think probably her boss, if you call him a boss, he spends all his time on the beach. But look, the world except here, crime here is up and through the roof, despite their fraudulent statements that they made. President Harris, have you ever met Vladimir Putin? Can you clarify tonight? Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. Turn to policy. Let's turn back to policy. We have to move on. President Trump. Let's turn to policy, please. She has a plan to defund the police. She has a plan to confiscate everybody's gun. President Trump, she has a have plan. to move. Just recently. Just a yes or no, you still do not have a plan. I have concepts of a plan. I'm not president right now. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. And I'll tell you, as a prosecutor, I never asked a victim or a witness, are you a Republican or a Democrat? The only thing I ever asked them, are you okay? Will end up being Venezuela on steroids. Your well, first of response? all, I wasn't given $400 million. I wish I was. My father was a Brooklyn builder, Brooklyn, Queens, and a great father, and I learned a lot from him. But I was given a fraction of that, a tiny fraction, and I built it into many, many billions of dollars. Many, many billions. Já, eins og ég sagði þá var þetta heldur betur líflegt.
Demókratar eru mjög ánægðir með frammistöðu Kamala Harris og segja margir hún hafi staðist þennan prófstein sem margir sögðu að kappræðurnar yrðu fyrir hana. Repúblikanar aftur á móti eru með aðeins mismunandi skoðanir á þessu þó að allir þeirra virðast vera sammála það að stjórnendur hafi ekki alveg verið nógu sanngjarnir við Donald Trump. Benda á í því samhengi að stjórnendur hafi leiðrétt Donald Trump nokkru sinnum í kappræðunum en aldrei leiðrétt Kamala Harris þrátt fyrir að hún hafi á tíðum komið með nokkra fleipur. En hvernig sem að því líður þá nokkuð ljóst að Donald Trump tókst ekki nógu vel að koma á framfæri boðskap sínum og tókst ekki nógu vel að skilgreina Kamala Harris í augum kjósenda. Við ætlum aðeins að fara yfir nokkra kannanir sem að ABC hefur tekið saman þá kjósendur sem að fylgstu með kappræðunum til að sjá svona hvað kjósendur fannst þær. Eins og þið sjáið, 57% af áhorfendum, kjósendum sem að tóku þátt í þessu könnunum segja að Kamala Harris hafi unnið þessar kappræður á meðan aðeins 34% segja að Donald Trump hafi unnið, restin eru óákveðnir. En að vinna kappræður ekki ávísun á það og vinnir sjálfa kosningarnar, þannig að við skulum aðeins fara yfir stöðuna í könnunum akkurat núna samkvæmt landsvísu. Eins og þið sjáið þá leiðir Harris með 1,1% stigi en við erum auðvitað að bíða eftir því að fá almennilega kannanir eftir kappræðurnar, þannig að miklu leyti þetta allt kannanir sem voru gerðar fyrir kappræðurnar. Ef við skoðum hvernig staðan í kjörmannakerfinu þá getum við séð það að munurinn á síðustu viku þegar við töluðum við okkur og núna það að Donald Trump komin fram úr í kjörmannakerfinu og hann eina breytingin á þessu ríkjum svo að núna hann að leiða í Georgíu sem gefur honum 281 kjörmanna á móti 257 þar 270 til þess að vinna. Það svolítið með öllu óljóst hvaða áhrif nákvæmlega þessar kappræður munu hafa. Við höfum oft séð fólk tapi í kappræðum en vinna sjálfar kosningarnar og það eru ótrúlega lítið af óákveðnum kjósendum í þessum forsetakosningum. Það þó nokkuð ljóst að Kamala Harris virðist hafa styrkt stöðu sína eitthvað. Við höfum þetta ekki lengra að sinni og við sjáumst aftur að viku liðinni. Já, þetta var Hermann Nökkvi Gunnarsson hér á Morgunblaðinu að fara yfir stöðuna í kjölfar kappræðnanna í Bandaríkjunum síðastliðinn þriðjudag. En ég komin hér með tvo góða gesti sem myndu sóma sig vel í hvaða kappræðan sem Það eru þau Vilhjálmur Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins og formaður Verkalýðsfélags Akraness og Þorbjörg Gunnarsdóttir sem alþingismaður fyrir Viðreisn. Komið sæl og blessuð. Já. Gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Hvernig leist ykkur svona á þessar aðfarir vestanhafs á aðfara, þetta var aðfaranótt miðvikudagsins? Já, aðfarir held ég. Já. Sko, ég myndi segja mjög gott sjónvarp. Skemmtilegt. Ég var mjög svartsýn á að þetta gæti gengið upp, þessi leikflétta. Það þurfti náttúrulega mjög augljóslega skiptum frambjóðanda hjá Demókrataflokknum. Sumir segja hjá báðum flokkum? Já, einlaglega sammála því, en þú veist, ólíklegra til að gerast. En Demókratar gerðu þetta, skiptum leiðtoga og allt rennsli eftir það hefur verið mjög fínt. Flokkurinn hefur fylgt sig á bakvið hana og svona ásýnd og áferð í lagi. Og talaði það í bandarískum fjölmiðlum að þetta próf þyrfti hún að standast. Og svona fyrstu mælingar sýna alveg að hún gerði það. Það málmanna að hún hafi unnið. Og Trump útilokar aðrar kappræður? Það segir líka sitt, sko. Og ég meina eins og vorum að grínast með frammi, ég meina ótrúlegt einhvern veginn að þú veist, þetta ríki, þú veist, skilgreina sig sem heimsveldi og hér menn að bara ræða í fúlustu alvöru sko morð á eða dráp á gæludýrum sem svona einhverja þungamið í þessum debatt. Sem afleiðingu af óheftri innflytjendastefnu? Sem afleiðingu óheftri innflytjendastefnu og ég náttúrulega sem kattareiðandi hlustaði. Já. Og lagði við hlustir. Nei, ég veit ekki hvað ég segja, mér finnst Trump náttúrulega að vera stjörnugalinn maður og hætta fyrir heimsbyggðina alla ef hann gæti unnið. Og mér finnst að segja því miður ansi mikið bandaríska þjóð að það sé raunverulega hætt á því að hann geti unnið þessar kosningar. Var heimsbyggðin í hættu 2016-20 þegar hann var forseti síðast? Já. Með hvaða hætti? Ég lít á Donald Trump sem hættulegan mann. Og mér finnst hann ekki vera eins og víni sem batnar með árunum. Sannarlega ekki. Það eru bestu vínin náttúrulega. Hvað segir þú, Vilhjálmur? Ég bara mjög ánægður með að það virðist vera eins og Bandaríkjamenn hafi komist að þeirri niðurstöðu að Kamala Harris hafi staðið sér betur en hann í þessu kappræði. En það kom svo sem fram í þessu innslagi að það virðist ekki skipta hann einu höfuðmáli því að langstæðsti hluti
Bandaríkjamenn búin að taka ákvörðun hvað þeir ætla að kjósa. En það sem að mér finnst vera áhyggjuefni í raun og veru sko gagnvart þessu stórveldi sem að Bandaríkin eru, að 380 milljónir manna skuli ekki hafa í raun og veru betri kandidata til að stilla fram í þetta valdamesta embætti í heimi sem að forseti Bandaríkina á hverjum tíma fyrir sig. Við vorum með Donald Trump og síðan vorum með John Biden. Þetta í raun og veru algjörlega galið að í svona stóri þjóði sem Bandaríkin eru að það hefði ekki verið hægt að finna betri frambjöður en ég tek undir með Þorbjörgu varðandi það að ég stuðningsmaður Kamala Harris því að mér finnst bara það nægir mér að horfa á 1, 2, 3 viðtöl við Donald Trump til að sjá það að þarna einhver einstaklingur í mínum huga sem gengur ekki alveg á öllum. Það bara mitt mat. Þó hann sé mikill golfisti þá eitthvað að þarna. En það náttúrulega held ég líka svona kosningar þar sem fólk greiðir atkvæði út frá því hvað það vill ekki. Að það dugar, eins og Vilhjálmur er að segja, það dugar honum að hann getur ekki hugsað sér Trump til þess að ákvörðun bara liggi fyrir. Og það auðvitað þannig eins og hann segir líka að þú ert ekkert mikið að róta í fylginu. Von demokrata held ég að séu svona breytur eins og að bara fá ungt fólk á kjörstað. Að hámarka kjörsókn. Og þar líka sem líka dálítið áhugavert sko bara afstaða Taylor Swift, hún skiptir máli. Já, eins og ótrúlegt að það er. Það er spurning hvort að Taylor Swift og starfsgreinasambandið ríði bakamörninni í þessu kosningu. Gæti verið. Ég hélt reyndar eftir skotárásina, eftir að hún átti sér stað. Þá hélt ég að þetta yrði bara algjört fólksatriði. Miðað við þær fréttamyndir sem þar bárust að þessu. En með þessu útspili hjá Joe Biden að draga sér tilbaka eftir þennan gríðarlega þrýsting sem hann var fyrir og Kamala Harris kemur fram, þá virðist sem sá atburður sé í raun og veru bara gleymdur ef þannig málið komið. Það má velta fyrir sig hvort að skotárásin sem slík hafi ekki einmitt verið það sem fylgdi mælinn hjá demókrötum. Það sé hvort að Joe Biden hefði yfir höfuð reisið tilbaka nema vegna skotárásin. Ég held að sé lykilbreyta þar algjörlega. Ég hugsa að það hafi vegi bakamun að þessi skotárás átti sér stað að hann tók þessa ákvörðun. En þá skulum við færa okkur nær þeim veruleika sem við búum við hér dagstaglega. Það búið að setja þingið og mér langar aðeins til að ræða þingsetninguna og stefnuræðu forsætisráðherra en í tengslum við þingsetningu þá fáum við að skyggnast undir hútið hjá fjármálaráðuneytinu. Það eru komið fram fjárlög fyrir árið 2025 og spurningin ekki að byrja þér Vilhjálmur því að þú veltir þessum málum veit ég mikið fyrir þér út frá stöðu heimilanna í landinu og þegar nú haft áhrif á fjárlagagerðina bara með síðustu kjarasamningum. Hvernig líst þér á stöðuna fyrir komandi ár? Sem betur fer að þá held ég að staðan sé þannig núna og ég heyrði nú í hagdeild Alþýðusambandsins núna rétt á hann. Hagdeildin var að skila núna nýrri verðbólguspá af sér og þeir gera ráð fyrir hagdeild Alþýðusambandsins að verðbólga verði komin niður í 5,6%, jafnvel lægra í lok þessa árs. Við skulum hafa það í huga þegar við undirritum kjarasamningana þá er verðbólgan í kringu 7,6%. Hún er komin niður í 6% og staðan er þannig núna að hún er 6% og 3,6% án húsnæðisliðar. Það er húsnæðisliðurinn, það er 40-50% af þeirri verðbólgu sem er á Íslandi í dag knúin áfram út á húsnæðisliðnum. Þannig ég er svona hóflega bjartsýnn það að það horfi til betri vegar. Ég tel að komandi mánuðir muni ráða dálítið úrslitum í því hvort að við séum að ná þessu markmiði sem að við í verkalýðshreyfingunni lögðum upp með. Það var að ná niður verðbólgunni, ná niður hér vaxtastiginu. En því miður er staðan þannig núna að þeir einu sem ekki fylgja eftir er Seðlabankinn og þessar fréttir sem að bárust síðan í gær frá Arion banka sem eru algjörlega glórulausar þar sem er verið að hækka verðtryggða vexti 0,50% og upp í 0,60% og núna eru verðtryggðir vextir hjá Arion banka komnir upp í tæp 5% og ég vil minna á að þegar að verðtryggingin er sett á með Ólafslögunum á sínu tíma 1979 að þá er rökstuðningi með verðtryggingunni að það muni þýða það að verðtryggðir vextir verða aldrei meira heldur en þetta 1-2%. Nú erum við þetta í 5% verðtryggða vexti. En af hverju fjármögnun bankanna er að versna líka. Sko, þeir miða þetta við fjármögnun sína, það ekki? Af hverju eru bankarnir að gera þetta? Það er vegna þess að núna er verið að smala fólki eins og sauðfé til slátrunar úr verðtryggðu lánunum þar sem að föstu vextirnir er að losna. Óverðtryggðu fyrirgefðu, er að fara yfir
og þá nýta menn tækifæri núna. Verðtryggingarjöfnuður bankana, takið eftir, verðtryggingarjöfnuður þýðir í raun og veru á mannamáli að bankarnir eiga meira í verðtryggðum eignum heldur og skuldum, komin upp í 490 milljarða. Hann hefur farið úr einhverju 240 milljörðum á 18 mánaða tímabili upp í 490 milljarða. Og hann á bara eftir að aukast. Þetta þýðir líka það að bankarnir hafa hag af því í raun og veru að hér sé verðbólga. Þeir þurfi ekki að taka þátt í því að vinna bug á verðbólgu. En þú segir að Seðlabankinn sé eini aðilinn sem að sé ekki að taka undir í þessari baráttu núna. Samkvæmt málflutningi ykkar í þinginu, þá vil ég þið nú meina að ríkissjóður, ríkisútgjöldin hafi heldur ekki verið gerð til þess að styðja við jákvæða þróun í þessum efnum. Já, ég meina, ég algjörlega þar og meina, við í Viðreisn hefum verið haldið þeim punkti til haga að það af ástæðu að Seðlabankinn hefur verið að byrjaði þetta fljóta hækka vexti. Það af ástæðu að við erum búin að vera með vaxtastig, stýrivaxtastig yfir 9%, 9,25 í meira en ár. Það hefur auðvitað líka með samspilið að gera við ríkisfjármálin. Seðlabankinn segir þetta sjálfur og bara í umsögnum við síðustu fjármálaáætlun, umsögnum við síðustu fjárlagafrumvarp, þá segja þetta cirka allir aðrir en fjármálaráðherra. Fjármálaráð. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur gefið þeim svona heilbrigðisvottorð? Það? Mér finnst það dálítið frjálsleg túlkun hjá fjármálaráðherra þegar til dæmis hefur að tala þið talið eitthvað aðhald en það aldrei útfært hvernig og þeir settu spurningamerki við það. Menna, það bara svona í gríninu, þú veist, ég var óbúslega til að missa 10 kíló en ef ég set mér ekki markmið hvernig ég ætla að gera það, þá bara staðan svo sem hún og við horfum upp á. En þú veist, og líka varandi verðbólgu væntingarnar og þá saknaði þið stolti hjá fjármálaráðherranum að bara nú leggur fram þitt frumvarp og með stolti skýran og tæran tón það við hverju þú býst í kjölfarið. Býstu við stýrivaxtalækkun 2. október í kjölfar þessa fína rits sem þú ert að gera. Ég var að spyrja hana því í þinginu í gær. Hver eru markmiðin? Hvað sérðu fyrir þér? Hvert verður framlag þessa frumvarps til mögulegar vaxtalækkana? Mjög óljós svör og bara þetta randum að allt sé þetta koma. Og þegar ég set allt þetta koma í samhengi við tölvupóstuna sem við erum að fá, þá finnst mér þetta pínu ræðanum, þú veist, akkur borðaðu ekki bara kökur. Við vitum líka, varandi verðbólguna, hún aðeins að fara niður og það eitthvað tal núna að taka húsnæðisliðin út og allt þetta, breytir ekki því, allir greiningaraðilar eru sammála því að það sé fyrst haustið 26, eftir 2 ár, sem við verðum komið niður á þessum markmiðum sem sett eru 2,5% verðbólgu. Þau markmiðin ástur þetta aldrei. Nei, en það þýðir þó að við erum kannski að horfa á 80 mánaða samfellt verðbólgutímabil. Eitt að lengsta í sögunni og það bara ekki hægt að tala með þeim hætti að það hafi ekki neitt með aðgerðir fjármálaráðherrans að gera að staðan sé svo sem. En verkefnisforysta, þið kallið aldrei eftir auknu aðhaldi í ríkisfjármálum, þið bara það hlakkar í ykkur í hversin sem að þeir útdeila verðmætunum með hinum og þessum hætti. Það var reyndar kommentir á að við gerum fjármagnar aðgerðirnar í kjarasamningum. Ég kann svara þessu. Í fyrsta lagi var ég nú bara í viðtali í gær í Morgunblaðinu þar sem ég var að biðla til launafólks að veita stjórnvöldum og sveitarfélögum meira aðhald. En af hverju gerið þið það ekki? Er ég ekki hluta verkalýðshreyfingunni? Jú, en þú varst að biðla til almennings? Ég hef svo sannarlega gert það og ég hef oft talað um það er mikilvægt að ríkisvaldið á hverjum tíma fyrir sig og sveitarfélög fari vel með skattfé og ráðstafi þeim fjármunum og forgangsraði. Ég tel okkur í verkalýðshreyfingunni núna til dæmis það sem við gerðum í síðustu kjarasamningu og ég blæs á það þegar að vera að tala eins og formaður Samfylkingar hefur sagt að þeir eru ófjármagnað þessi kjarapakki. Hann bara ekkit ófjármagnaður. Af hverju? Einfaldlega vegna þess að launakostnaðar ríkissjóðs eru 330 milljarðar. Það var gert ráð fyrir að laun á þessu ári myndu hækku 9%. Við erum að semja núna við allan vinnumarkaðinn eins og leggur sig líka opinbera starfsmenn upp á rétt rúm 4%. Þetta þýðir lægri kostnaðar hjá ríkinu í formi launakostnaðar sem nemur í kringum 15 milljörðum. Hvað var kjarapakkin á þessu ári? Hann var í kringum 15 milljarða. Þannig að bara þessi aðferð sem við erum að stíga þarna
að semja hófstilltari launahækkanir gegn því að miðla þeim fjármunum betur til þeirra sem að nauðsynlega þurfa þess, eins og til dæmis barnafólks, þar sem við erum að hækka barnabætur á samningstímanum með 18 milljarða. Við erum að lagfæra hér fæðingarorlofssjóð úr 600.000 upp í 900.000. Þetta er allt fyrir atbeina verkalýðshreyfingarinnar. Það er verkalýðshreyfingin og við erum allt nóg. Þú ert bara að tala um útgjalda auka. Þú ert bara að tala um útgjalda auka, ég var að spyrja út í aðhaldið í ríkisfjármálum. Ég byrjaði á því að segja að við erum að spara ríkissjóði 15 milljarða á því að hafa lagt fram þessa launastefnu sem við gerðum. Því að inn í fjármálaáætlun var gert ráð fyrir 9% launahækkun á árinu 2024. Raunin verður rétt rúm 4%. Það nákvæmlega sama gildir hjá sveitarfélögum. Þetta er áætlun, Vilhjálmur. Þetta er áætlun sem gerður ráð fyrir. Þó að þú hækkir laun bara 6% en ekki 9%, þá er það samt sem áður útgjalda auki. Ég er að spyrja þig. Stefán, ætlar að skamma okkur fyrir það að við í verkalýðshreyfingunni tökum ábyrgð það. Einir, takk þetta. Einir. Aldrei huga að skamma þig. Sjáðu. Ég er að spyrja. Þú vilt ekki svara spurningunni. Jú. Hvar viljið að ríkið dragi saman seglin til þess að draga úr verðbólguþrýstingum? Það er að segja úr útgjalda þenslunni sem það er næg að taka þar, það eru 160 stofnanir hjá ríkinu. Kjara tölfræðinefnd Viltu fækka ríkisstarfsmönnum? Það þarf að grísja þar. Ég ætla bara að segja alveg hér og nú. Förum aðeins í þetta. Hvað sagði kjara tölfræðinefnd núna sem skilaði vorskýrslunni? Hvað eru hæstu launin? Þau eru hæst, grunnlaunin eru hæst hjá ríkisstarfsmönnum, reglulegu laun eru líka hæst og heildarlaunin eru líka hæst. Þetta er ekki eðlilegt. Þú ert í röngu bransa. Býtu, og það sé ég ekki skil þegar að opinberu félögin er að tala jöfnun laun á milli markaða. Þessar tölur liggja algjörlega fyrir og hver eru réttindin? Vitið hvaða hópur það er? Eini hópurinn á íslensku vinnumarkaði sem ekki fengið styttingu vinnuvikunar. Vitið hver það er? Það er verkafólk á íslensku vinnumarkaði. Það er eini hópur sem ekki fengið styttinguna. En hefur þú ekki brugðist á þessu? Ef allir hinn eru búin að ná þessu fram, þetta stendur að þitt fólk situr eftir. Við svo sannarlega gerðum það að kröfu núna í síðustu samningum að ná þessu gegn, en af því að við tókum þessa ákvörðun að fara þessa hófstilltu leið með það markmiði að ná að laga tilfærslukerfin hér, koma fjármunum til þeirra sem höllustu fæti standa, þá bökkum við með þessa kröfu í bili. En hjá opinberu starfsmönnum þá er orlofið 30 dagar, veikindarétturinn miklu lengri, uppsagnarvendin til staðar, þetta eru allt réttindi sem þannig að jöfnun laun á milli markaði, ég skil ekki þá kröfu. Þú talar að grísja opinbera starfsmenn, hvað heldur að sé hægt að ganga langt í því? Ég er nú ekki inn í, niður á Alþingi, þannig að ég hef ekki yfirsýn nákvæmlega yfir það. Ég er alveg viss það er hægt að fara betur með fjármuni skattgreiðenda, það er alveg ljóst og ekki bara hjá ríkinu heldur líka hjá sveitarfélögunum. Það er alveg ljóst. Það er svo mikilvægt fyrir launafólk að horfa á launaseðli sinn og horfa á alla skatttekjurnar sem það er að borga í hverjum einasta mánuði fyrir utan síðan allan virðisaukaskattinn. Launaskatturinn er hvað næst hæstur af tekjustofni ríkissjóðs. Ég vil líka ná í fjármagn. Ég vil ná í fjármagn til dæmis á fjármagnseigendum. 20 hæstu fjármagns þeir sem eru með 20 hæstu fjármagnstekjurnar eru með yfir 30 milljarða í fjármagnstekjur og þetta er borgirna einustu krónu til sveitafélagsins. En er það ekki eitthvað sem hægt er að breyta með lögum? Á að vera löngu búið. Já. Þorbjörg, þið hafi verið gagnrýnin á ríkisfjármálin, hvað myndu þið vilja sjá gert öðruvísi í þessum fjárlögum? Það er 41 milljarðs halli áætlaður með við reiknistokk fjármálaráðuneytisins að þá getur nú bara orðið hagnaður af rekstri ríkisins með við áætlanir síðustu ára. Hvað viljið þið gera? Hvar viljið þið fara betur með peninga ríkisins? Við höfum verið skýr með þetta alveg í nokkur ár og reyndar bent á það hjá þessari ríkisstjórn því það er alltaf bent á heimsfaraldur sem eitthvað, ef ég tala sem gamall saksóknari, sem fjarvistasönnun, en þá er þetta hin hliðin sú að það var halli fyrir heimsfaraldur og það verður halli eftir heimsfaraldur og það hefur verið faraldur í fjárlögum þessari ríkisstjórnar eiginlega alla tíð. Við höfum meðal annars verið að tala fyrir þessu sem að Vilhjálmur er að nefna að við erum með fleiri ríkisstofnanir á Íslandi heldur en Danir. Auðvitað er hægt að fara í sameiningar þar og mér finnst að sameiningar þar ekki að vera með formerkjum ríkisstjórnar þar sem það er alveg margtekið fram að við erum að sameina en sannarlega ekki til að spara peninga. Aldeilis ekki þannig.
Hvaða stofnanir myndirðu vilja sjá samanleiðar? Ég ætla ekki að þykjast eiga alveg endilega svörin við því, en það er líka því við höfum aldrei fengið almennilega kortlagningu á því hvernig stofnanir skiptast á milli ráðuneyti. Það eru einstakar ráðherrar sem hafa verið að stíga skref þar og mér finnst alveg þeir megi Það liggur alveg ljóst fyrir hvaða stofnanir hefur til hvaða ráðuneyti og hvað hver stofnun á að gera að lögum. En ég ætla bara að játa það á mig, ég þekki ekki þessi 160 nöfn. En ég mér finnst að það er alveg hægt að taka markviss skref í þeim efnum. Við töluðum það og Þorgerður Katrín hefur nefnt að við hefum aldrei byrjað ríkisstjórnarsamstarfi á því að fjölga ráðuneytum. Og þetta eru líka, það eru kannski ekki stór útgjöld í samhengi hlutan en óbúslega tákgrann aðgerðum það að það sé sjálfstætt markmið að fara ekki vel með fé. Við höfum líka bent á og talað í dálítið langan tíma að það er ótrúlega sorglegt að íslenski ríkissjóðurinn er eins og heimilin að sprengja sig á vaxtakostnaði. Vaxtakostnaður íslenska ríkisins samkvæmt þessu fjárlagafrumvarpi er yfir 100 milljarðar. 70 milljarðar cirka sem muni fara út bara í ár í kostnað af vöxtum af lánum ríkisins. Þetta er sjálfstætt rannsóknarefni og auðvitað hefur þetta áhrif á getu til að fjárfesta í innviðum. Það kemur til að því að menn reka bara ríkissjóði hér með gengdalausum halla og verða við öllum kröfum verkalýðshreyfingarinnar aukin útgjöld. En ef ég má aðeins bæta við, þá kemur það líka til af öðru. Íslenska ríkið skuldar í samanburði við önnur ríki ekkert sérstaklega mikið. En við erum einhverja hluta vegna á lánskjörum sem að bara eru á pari við ríki sem erum allt niður sig. Hlutfall okkar af vaxtakostnaði, við erum bara að stilla okkur þar upp með Ítalíu og Grikklandi. Það þarf að skoða það hvers vegna lánskjör íslenska ríkisins eru þau sem þau eru. Hluta þeirra sögu held ég sé krónan. Ítalíu og Grikklandi eru evru? Þau skulda mikið. Já, en eru evruna? Þau skulda mikið og það er léleg hagstjórn. Þess vegna, þeir sem skulda mikið, borga mikið í vexti. Minn punktur er, íslenska ríki gerir það ekki, en svo langar mér að bæta einu öðru við sem ég hjá eftir að Vilhjálmur nefndi og ég er sammála að launþeginn eða launafólk í landinu á að skoða seðilinn sinn og sjá hvað hann er að greiða í skatta. Því íslenskur almenningur og ekki síst íslensk millistétt er að borga mjög háa skatta í alþjóðlegum samanburði. Ég hef verið að nefna þetta í fjárlagaumræðinni núna undanfarin ár. Og þetta er ekki tískuefni inn í þingsal Alþingis. Það er afleiðing af mikilli samneyslu. Það eru bara 2 efstu tekjutíundirnar sem að borga nettó skatt á Íslandi. Það er 3/4 þjóðarinnar sem að ber þetta. En þetta finnst mér líka, þegar skattar eru þetta háir, þá ættu þeir auðvitað að vera að skila einhverjum heilbrigðum rekstri og þjónustu í heilbrigðskerfinu, löggæslu, samgöngum, við þekkjum þessa upptalningu sem er á pari við Norðurlöndin, svo er ekki. Þannig ég held að það þurfi líka að fara að ræða þilin í stofinu og nú vona ég þú fáir ekki aðsvig því ég nefni aftur gjaldmiðlinn okkar. Þannig Ég er mjög dugleg að nefna það í Viðreisn, ég er mjög dugleg og gerir það þennan föstudag líka. Já, ég þekki þær greina líka í mókanum, alltaf gaman að lesa þær. Er það ekki? Jú. Já, ég ætla að koma þess inn í þetta. Þú segir að duglegri við að verða við kröfum verkalýðshreyfingarinnar og það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu, þetta eru 15-18 milljarðar sem eru til að styðja við þennan kjarasamning til langs tíma, takið eftir. Við erum að gera kjarasamning til 4 ára. Við erum með frið á íslensku vinnumarkaði til næstu 4 ára. Hvað kostaði aðgerðapakki vegna COVID? Kíkið á skýrsluna, 450 milljarðar. Það var nú gett þess að fólki að störfum í landinu. Já, og líka fengun og fyrirtæki þar sem voru búin að greiða sér 20 milljarðar út í landinu var lokað. Þið fara alltaf í vörð þegar kemur að landinu var bara lokað. Já, en þetta er 450 milljarðar aðgerð. Það er nefnilega alltaf þannig að þegar er verið að tala hinna ríku, ef að þannig má orðið komast, þá næri að nefna endurreisn bankan á sínu tíma sem kostaði 414 milljarða þegar var að vera að endurreisa bankakerfið. En það var ekki nokkuð skapað hlut að gera handa heimilunum á þeim tíma. Ekki neitt. Það er alltaf þannig þegar kemur að það var gert í leiðréttingunni. Það var gert í leiðréttingunni 2014. Það var Sigmundur Davíðs sem gerði það. Hann var svo eini sem ég held í fram og hann stóð við það. Það sem ég ætla að fá að færa talið að næst er þingsetningin og eiginlega atvikið tengslum við þingsetninguna. Þið Vilhjálmur í verkalýðsforystunni, bæði opinberi markaðurinn og almenni markaðurinn boðað til mótmæla með gríðarlega stórum orðum það að það væri allt á heljarþröm, samfélagið væri komið að þannmörkum og það væri alveg við það sjóð upp úr.
Það mættu örfáar hræður á Austurvöll til þess að bakka upp þennan málflutning ykkar og stór hluti þeirra var nú reynda komin til þess að mótmæla aðgerðum Ísraelshers á Gaza sem að tengist ekki íslensku efnahagslífi með einu öðrum hætti. Þið virðist ekki hafa hljómgrunn í samfélaginu við þessa dræmu mætingu? Við víst hljómgrunn í íslensku samfélagi og það sem að var verið að mótmæla þarna, Stefán, fyrst og fremst það vaxtastig sem að íslensku neytendum boðið í þessu landi. Neytendur mættu ekki? Sko, ég ekki með skýringuna á því. Ég ætla bara að segja alveg hreint út. Það liggur algjörlega fyrir hvernig verið að fara með íslenska neytendur íslensk heimili. Með þessu við erum ekki búin að fara yfir það. Þetta eru stóru málin sem eiga verið brennidefni. Það hvernig íslenskt fjármálakerfi Ekki draga fjöður yfir þetta, Vilhjálmur. Þið boðið með gríðarlega stórum orðum til mótmæla við þingsetningu. Þar sem þið segið að allt sé á heljarþröm og það hlustaði enginn á ykkur. Hvað veldur því? Ég bara að segja það, Stefán, að það geta verið kannski margvíslegar ástæður fyrir því, en það liggur alveg fyrir. Það ekki að horfa á nýjustu tölu núna frá Motus, það sem að alvarleg vanskil íslenskra heimila að aukast 20,1%. Alvarleg vanskil fyrirtæki að aukast 6,5%. Það alveg hreint og klárt að það háa vaxtastig sem hér að soga allt súrefni frá heimilunum yfir til fjármálakerfisins sem bólnar út eins og enginn sé morgundagurinn. Það sem að reyna vaxtatekjur bankan að aukast þetta 15 til 20-25%, vaxtamunur að aukast og mér það mjög minnist þetta þegar að stjórnvöld tók á ákvörðun það að afnema hér bankaskattinn á sínum tíma, þá var það vegna þess þetta átti að vera aðgerð til að minnka bankamun. Hann var 2,6% en 3,1% núna. Ekki áhyggjuefni í ljósi alls þessa sem þú telur upp og enginn ber brigður á? Ekki skamma fólki sem mætti. Ég að skamma ykkur sem boðuð til mótmælana en enginn hlusta á. Ég að spyrja af hverju fáið ekki meiri hljómgrunn? Þetta bara sanngjörn spurning. Af hverju færið þetta ekki meiri hljómgrunn fyrst að staðan svona skelfileg? Hver heldur þessi skýringir? Stefán, ef að þið hér á þessum vinnustað áttið ykkur á því að staðan hjá almenningi, hjá íslenskum heimilum mjög alvarleg. Það ekki þessi spurningin snýst svaraðu bara spurningunni. Við getum ekki svarað henni. Ég reyndar var á þeirri skoðun að þetta horfi til betri vegar eins og ég byrjaði hér í upphafi. Við sjáum verðbólguna vera að fara niður, en við bíðum eftir því að Seðlabankinn taki þátt í því. En ég spyr mig líka að því. Og það kannski eitthvað sem að stjórnmálamenn þurfa að svara. Hví ósköpunum við dýrasta land í heimi? Hví ósköpunum við alltaf með 2-falt til 3-falt hærri vexti heldur þau lönd sem vilju bera okkur saman við? Hvað það sem veldur því? Og það með ólíkindum að mínum dómi að það skuli ekki hafa farið fram alvöru rótargreining á því hvað það sem veldur þessu. Og til þess að svo rótargreining geti átt sér stað, þá þurfum við að fara út fyrir landsteinana til að ná í þá sérfræðinga, til að vega þá að meta. Það íslenska krónan eins og sumir halda fram? Þú hefur haldið því fram. Ég hef ekkert haldið neinu fram. Þú hefur fram. Nei. Jú, þú hefur haldið fram hér í þætti á mér að þú viljur taka íslensku krónuna. Stefán, spilaðu þáttinn aftur. Það sem ég sagði var það. Við þurfum að fá erlenda óháða aðila til að rannsaka það hvort það sé íslenska krónan sem að valdi þessu. En af hverju gerir það ekki? Þú situr á stærstu sjóðum landsins. Af hverju kaupir þú ekki þessa sérfræðinga til þess að gera það úttekt? Ég óskaði eftir því við samtök atvinnulífsins að við myndum fara í þetta saman. Af hverju gerur þetta ekki bara sjálf? Ég einn og sér. Já, það nú aldeilis. Af hverju gerir þið það ekki hjá Mókana? Við sitjum ekki á sjóðum eins og þið. Þið sitjum víst á sjóðum. Ég ætla bara að segja það alveg nákvæmlega svo hugsið ykkur það. Það skulle ekki vera búið að fara fram rótargreining á því. Af hverju eru Færeyingar hér með óverðtryggða vexti sem 4%? Nú að vera að bjóða verðtryggða vexti upp á 5%. Af hverju þetta svona í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og öllum þessu löndum sem við erum að bera okkur saman við? Af hverju erum við með dýrasta vöruverð hér á landi? Og mér langar að nefna í því sem ekki getur það... Þú dregur nú uppdátinn einhvað að mynda samfélagi sem að stendur vel í öllum alþjóðlegum samanburði. Allar að segja til dæmis, þetta alþjóðlegu samanburði. Hvernig tökum við þetta? Hann næ mér alltaf upp þessi. Tökum þetta, að þið alltaf verið að tala að kaupmáttur sé svo mesti hér í heiminu líku við, öllu samanburðarlöndum. Þú varst nú formaður VFR 2014, ekki rétt? Nei, 13. 13, ok, þessu öldur. 1. janúar 2014. Þá var
taxti starfsgreinasambandsins, sá sem mest notaður, launaflokkur 6, 211.000. Í dag hann 435.000. Hann hefur hækkað 106%. Á sama tíma hefur neysluvísitalan hækkað 53,7%. Þannig að þessi verkamaður sem með 435.000, hann með aukin kaupmátt upp á rúm 50%. Og ef að menn horfa það, og samt þetta býtu, hugsaðu, þessi aukni kaupmáttur ætti raun og vera því að þessi verkamaður ætti vera bara býðið til næstu einkaflugvél. En þetta eru 435.000 krónur sem að taxtin Útborgað 350.000, það dugar ekki fyrir leigu. Hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að blekkingin sem fólgin í þessu að vera að mæla þessa prósentur og þennan kaupmátt, hann yfirgengilegur. Þetta bara blekking. Við býðum eftir erlendu sérfræðingunum, þeir munu fara yfir þetta með okkur þegar að skýrslan liggur fyrir. Í þinginu Samtök atvinnulífsins vildu ekki fara í hana. Í þinginu var stefnuræða forsætisráðherra flutt á miðvikudag og þingmenn ræddu saman. Ég hjó eftir því að Svandís Svavarsdóttir, kollegiðin í þinginu, er hún ekki að boða það að verði hún formaður VG að þá mun hún slíta stjórninni? Hvernig lestu í Já, ég meina, mér fannst að alveg geta lyktað af því að þarna væri eitthvað í aðsí. Þannig ég tek undir það. En ég bara verð að fá að koma að sinna þetta sem að Vilhjálmur að segja með róttagreininguna, að því að þú sást það líka í umræðum stefnuræðu að efnahagsmálin eru alltumlykjandi og það mál sem stærst í hugum allra flokka. Að því það staðreynd málsins að við erum með þessa ævintýralega og sturluðu vexti á Íslandi og búin að vera með í ár og það einhvern veginn var að tala um það að mögulega í byrjun næsta árs kunni þeir að lækka eitthvað. Það stendur samt alltaf eftir að bara á góðum degi á Íslandi eru vextir hér hærri og umtalsvert hærri en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Það lögmál á Íslandi að hér eru vextir háir. Það lögmál á Íslandi líka að hér verðbólga há. Það þarf að fara að ræða það hverju það sætir og mér finnst ótrúlega það ekki bara því stjórnmálamennir hefði aldrei haft tök á ríkisfjármálum? Þetta bara alltaf í klessu. Ég ætla ekki að fara að halda í fram að Bjarni Benediktsson eða Sigurður Ingi myndi einhvern veginn verða bestu fjármálaráður í heimi við að skipta gjaldmiðil. En það stendur eftir að það dýrt að vera með lítinn gjaldmiðil eins og við erum með. Já. Og honum fylgir alls konar kostnaður og það kemur líka inn á það sem Vilhjálmur að nefna að við erum ekki öll saman í þessu þegar kemur að þessum kostnaði. Við sjáum birtingamyndirnar alveg ótrúlega dramatískt hjá ungu fólki. Hvernig þessi lán að fara með þau og það þarf að ræða þetta og samtök atvinnulífsins ættu auðvitað að vera mjög leiðandi í því samtali. Samtökin eru mörg hver að benda á það að það skortur á húsnæði sem að veldur þessu. Þið eru með fulltrúa inn í Reykjavíkurborg þar sem að allt gert, allt til þess að koma í veg fyrir að auka framboð húsnæði. Ég myndi því það alltaf talað um þetta með framboði og húsnæði og þetta tölurnar þær sem Ef við höfum ekki framboð og húsnæði. Stór hluti húsnæðisvandans og höfuðborgarsvæðinu líka, myndi ég segja, birtingarmynd þess að við erum með ríkisstjórn sem fyrirmuna að taka ákvarðanir. Við erum með ferðaþjónustu sem hefur í miklum vexti og hún skilar þjóðarbúinu sannarlega miklum tekjum. Hún gerir líka annað. Nú ertu bara að varpa stóri vandinn að það ekki lóðaframboð. Ég að benda á skýringar. Við erum hérna með atvinnugrein sem annars vegar flytur ferðamenn inn til landsins, hún flytur líka vinnuafli inn til landsins. Okkur að fjölga miklu hraðar og meira en öðrum þjóðum. Við erum heimsmeistarar í fólksfjölgun. Auðvitað hefur þetta áhrif á markaðinn og þrýstingi. Ég alveg til í eitthvað samtal þéttingu og þú vilt stöðva innflutning á fólki til landsins? Ég vil ekki stöðva, en við verðum að hafa einhverju skoðun á því hver eru æskileg mörk ferðaþjónustunnar ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu. Því þetta hefur dramatísk áhrif hér á húsnæðismarkaðinn. Raunverð húsnæðis á 10 árum hefur tvöfaldast. Reykjavíkurborg kemur í veg fyrir að vaxtamörkin færi það má vel ræða það, en stóra myndin samt sú sem hún hvað okkur að fjölga hratt og það þessi atvinnugrein sem á mikinn þátt í því og þá þarf að ræða það hver eru æskileg
efri mörk þessara greinar því þetta hefur áhrif á húsnæði fyrir fólk í borginni, ungt fólk og maður heitir miðaldra fólk sem að bugast yfir tilhugsunum að krakkarnir, þeir fara aldrei heimann. Ég spurði út í ætlu ríkisstjórnarslit og það kom ekki óvart að þú skildir færa umræðuna að evrunni. Nei, ég skal svara því. Nei, býtu, sko, nú tíminn búinn nefnilega. Ég með eina loka spurningu. Vilhjálmur Birgisson, þú mærðir hér Sigmund Davíð Gunnlaugsson fyrir framgöngu hans eftir kosningarnar 2013. Það styttist í kosningar. Ert þú á leiðinni framboð? Er ég á leiðinni framboð? Já. Ég get ekki neina ákvörðun það. Kemur þetta í greina? Ég er í mjög góðu starfi núna. Þú er búin að vera lengi í því. Já. Er ekki komið tíma á það sem að menn kalla second career? Ég er bara mjög góðu starfi, þannig ég er ekki fann að hugsa slíkt. Hafa stjórnmálaleiðtogar haft samband við þig til þess að kanna flöta því þú farir í framboð? Ég ætla ekki að netta því. Úr fleiri en einu flokki? Ég ætla ekki að netta því. Kristján Frost? Ég svara þessi, þetta hefur verið nefnt við mig og það hefur verið gert 2013 og það hefur oft verið gert við mig. Margoft. Kemur þetta til greina? Ég bara, eins og segi, það veit engi framtíð sína fyrir nöllir ef að þannig márið komast. Það er bara, eru ærin verkefni framundan til þess að koma íslensku samfélagi til betri vegar og þar er fjármálakerfið númer 1, 2 og 3 því að það er ekki hægt að láta þetta viðgangast lengur og ég ætla bara að lokum Stefán að fá að segja þetta að frá árinu 2015 til 2019 var verðbólga á Íslandi að meðaltali innan við 2%. Samt voru stýrivextir hér 4,5% og óverðtryggð vextir voru þeir í kringu 67%. Þannig að það virðist ekki skipta neinu máli hvernig ástandið er á hverjum tíma fyrir sig, þá er bara alltaf fundin ykkur önnur og ný ástæða til þess að réttlæta. Það kemur í ljós innan fárra missera hvort að þetta hafi verið framboðsræða eða ekki. Mér fannst að vera mikil framboðslykt af því svari. Ég skal sýna þér kaffivélina á Alþingi og ég ætla að spá því hér í lokin að það verði kosið í vor, einmitt vegna það sem að þú sagður Svandísi. Og að Vilhjálmur verði í framboði? Að formaður Sjálfstæðisflokksins muni bregðast við þessum alltumlykjandi hótunum Vinstri grænna með því að hafa kosningar áður en að Vinstri græn búa til kosninga áður en að þau sprengja því það blasir við að það er í kortum. Ég teka bara skýrt fram að ég er í frábæru starfi og ég held ég myndi ekki þrífast þarna inni þar sem að einhver svona meðvirkni er og þú þurfir að gefa eftir í öllum málum annarkvort sko. Þú þarft þess ekki neitt. Þú stendur bara með sjálfum þér. Það er það sem að vantar á Alþingi. Það er vandamáli. Menn standa ekki, margir hverjir. Við getum bara tekið hvalamáli sem dæmi. Þessi ríkisstjórn ætti raun og vera ekkert að vera ennþá á lífi. Ef að menn hefðu staðið með atvinnufrelsi einstaklinga og fyrirtækja. Menn hefðu ekki kjark til þess eins. Sem þáttastjórnandi hér get ég allavega fullyrt að þú yrði mjög góður í málþófin á þinginu. Vilhjálmur Birgisson og Þorbjörn Gunnarsdóttir, þakka þér kærlega fyrir að mæta hér í fréttavikunnar að þessu sinni. Takk. Við þingmennirnir þökkum fyrir. Við verðum hér eftir örstuttar auglýsingar með Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur sem er framkvæmdastjóri fyrirtækja í sjávarútvegi, samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, já sem að einhverju kalla fiskikóngin í dag og við hlökkum til þess að fara yfir það með henni, hvort að sjávarútvegurinn sé að greiða nægjanlegt afgjald af auðlindinni í hafinu eða ekki. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Hingað er komin Heiðrún Lind Marteinsdóttir sem er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi. Þau stíga ölduna þessa dagana í kjölfar þess að Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, matvælaráðherra, kynnti til sögunar áformum breytta lagasetningu eða nýja lagasetningu sem miðar að því að taka hærri veiðigjöld af sjávarútveginum en nú er raunin. Ég ætla að ræða hérna við hana Heiðrúnu þessar fyrirætlanir og hvernig samtökin hafa brugðist við þeim. Heil og sæl, velkomin á svæðið. Já, takk. Það er eins og ég segi, ráðherrann leggur fram í samráðsgátt, þetta er áformaskjal eða fyrirhuguð lagasetning sem byggir á verkefninu auðlindin okkar og þau vilja meina að það er að taka frekari gjöld af sjávarútveginum. Er ekki almenn sátt það í samfélaginu að auka þessa gjaldtöku? Manni heyrist það svona í almennri umræðu? Já, ég kannast nú ekki við það reyndar að það sé almennt þannig, en hérna kannski aðeins til að
Frumvarpið eða hugmyndir sem framkom í frumvarpinu eru kannski ekki alveg glænýjar. Þær komu fram í vor þegar að stóra frumvarpið var lagt inn í samráðsgátt sem að sagt var að væri afrakstur þessara miklu stefnumótunar og vinnu í auðlindinu okkar þar sem allir hefur verið kallaðar að borðinu. Sem var verkefni sem Svandís Svavarsdóttir hratt af stað. Já. Og það vill reyndar svo til að akkúrat þessi hugmynd er alls ekki afrakstur þeirrar vinnu. Þannig að, og hún sagði það nú reyndar heyrði í gær innt eftir því umræðum fjárlagafrumvarp að þetta væri frumvarp sem hún bæri ábyrgð á og væri ekki afrakstur þeirrar vinnu. Þannig að það er nú að fyrsta að þetta er þá frumvarp ráðherra Vinstri grænna og þegar við héldum fund á mánudag þetta þá sagði forsætisráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, að hann hefði ekki séð þessa tillögu og hún hefði ekki verið kynnt í þingflokkum eða fyrir ríkisstjórn. Þannig að það kemur aðeins óvart. Er það óvanalegt að ráðherra leggji fram áformaskjal eða kalli eftir samráði lagasetningu á þessu tagi án þess að það hafi verið kynnt áður ríkisstjórn? Nei, kannski ekki í stórum dráttum. Ég meina það er ekki þannig að þetta eigi að koma alfarið óvart þegar þetta var lagt fram í vor. Þetta er ekki þetta er sama hugmynd og var lögð fram í vor. Þetta er það að hækka skattin á uppsjávarveiðar sérstaklega og síðan að veiðigjald verði ekki frádráttarbært frá tekjuskatti. Og það er auðvitað bara hrein og klár hækkun á tekjuskatti þá. Þannig að þetta er rífleg hækkun fyrir sjávarútveg og þetta er meðal annars núna farið yfir þetta í fjárlagafrumvarpinu og ég hygg nú að fjárlagafrumvarp hafi verið kynnt í ríkisstjórn vegna þess að það er framkomið í þinginu. Þannig að þetta á ekki að koma stjórnarflokkunum á óvart. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að takast á við, umræða gjaldtöku í sjávarútvegi, ég held hún degi aldrei, þetta er vinsælt mál að tala og þarna takast á þeir sem vilja meiri ríkisafskipti og aðrir sem vilja minni ríkisafskipti og aukið frelsi einstaklinga og fyrirtækja. Þannig að við svo sem kvengum okkur ekkert undan þessu. En það sem er áhyggjuefnið í frumvarpinu núna og eftir alla þennan tíma og eftir allt sumarið þar sem þá átti að vera að vinna frekar úr umsögnum sem að komu í vor að það hefur enn ekki farið fram neitt hagrænt mat á því hver áhrif gjaldtökunnar eru. Hver eru áhrif gjaldtökunnar í dag og hver eru áhrifin ef að gjaldi verður hækkað í samræmi við þetta frumvarp? Bara svo ég kom með beint að efninu, hvað vilja samtök fyrirtæki sjávarútvegi að veiðigjaldið fyrir auðlindina sé? Ég held að það sé aldrei hægt að setja tölu á nákvæma það eigi að vera 10 milljarðar, það eigi að vera 5 milljarðar en eins og staðan í dag, ég meina þá er þetta 33% af afkomu fiskveiða. Það er vel í lagt. Við vitum það að þetta er áhættusamur atvinnurekstur, blessunarlega arðbær, en þetta er líka atvinnurekstur sem þarfnast verulegra fjárfestinga. Þannig að það verður að vera borð fyrir báru inn í fyrirtækjunum til þess að fjárfesta þannig að hægt sé að búa okkur undir verðmætasköpun og samkeppni framtíðar. Ef að ríkið ætlar að takast til sín of stóran skerf af þessari köku og þá verða fjárfestingar einfaldlega minni, verðmætasköpun minni og þar með minna úr bítum eða til skiptana fyrir samfélagið í heild sinni. Hér á myndinni fyrir aftan okkur Akurey AK sem ísfirst togari sem kostar milljarð ofan og það hefur verið gríðarleg endurnýjun, ekki bara í fiskiskipaflotanum sem orðin mjög glæsilegur og nýr, heldur líka í landvinnslum víða, Dalvík og mætti nefna fleiri dæmi. Það er nú ekki til marks það að þessi atvinnugrein hafi átt í erfiðleikum með að fjármagna nýsmíði eða koma fjárfestingum að þessu tagi. Sko, atvinnugreinin þetta eru mörg fyrirtæki og fjölbreyttur atvinnurekstur í sjávarútvegi og í fiskveiðum. Það eru lítil fyrirtæki og það eru stór fyrirtæki og okkur hættir til að horfa einvörðungu til þeirra sem eru mest áberandi. Fjárfestingar hafa verið blómlegar, klárlega. 22 voru fjárfestingar rétt rúmið 30 milljarðar króna, þá bæði einmitt í skipum og í vinnslu. En fjárfestingar þurfa að vera vel yfir 20 milljarðar króna. Bara í endurnýjun skipa og tækja borð í skipum. Árlega? Já, árlega. Þannig að við séum að halda dampi. Skipaflotin er ennþá tiltölulega gamall. Þrátt fyrir að við horfum á þessi glæsilegu skip. Þannig að endurnýjunar er áfram þörf, en síðan megum við heldur ekki horfa fram hjá því að það er verkefni í gangi það að fara í orkuskipti í sjávarútvegi. Hvað kom í staðinn fyrir olíu er ennþá ekki komið, en það eru framvegin enn meiri fjárfestingar en í dag. Bara það að fjárfesti í nýrri tækni til þess að spara olíu, það getur þýtt kannski 20-30 upp í 50% dýrara skip. Þannig að ef að skip kostar 7-8 milljarða í dag, segjum bara frystitogari, að þá getur það vel farið yfir 10 milljarðar króna, eitt frystitogari.
Þannig að þetta eru mikla fjárfestingar sem að þurfa að eiga sér stað og þá verður maður auðvitað að gæta þess að ríkið taki ekki of stóran skerf til sín þannig að það verði ekki borð fyrir báru til þessa fjárfesta. En of stór skerfur eða of lítill skerfur, Birgir Þór Runólfsson nefndi það á þessum fundi hjá ykkur á mánudaginn að hagnaður af útgerðinni og útgerðarstarfseminni á ári væri svona jafnaði 30 til 40 milljarðar. Við höfum verið að sjá veiðigjaldið rokka kannski frá, ég var að segja 69 milljörðum. Er það sanngjarnt hlutfall? Ef við skoðum hreinan hagnað fiskveiða, þá var 26 milljarðar króna þar bil 2022. Það segir að þetta sé að jafnaði 30 til 40 milljarðar? Ég meina það bara sannanlega hefur verið gott árferði í sjávarútvegi, en á móti kemur þá að það hefur runnið dágóðu skerfi til ríkisins og við horfum alltaf bara á veiðigjaldið. En bein opinber gjöld sjávarútvegs eru til muna meiri. Þá erum við að tala tekjuskattin líka og fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslum, skattekjur þeirra sem vinna í sjávarútvegi og svo framvegis. Ef að við lítum til hagnaðar og arðgreiðslna, því að maður heyri það, já það alveg borð fyrir báru og ég heyri það nú hjá matvælaráðherra í gær þegar í fyrirspurnum fjármálafrumvarpið og þessar skattahækkanir, að hún sagði að hagnaðurinn væri bara verulegur og arðgreiðslur væru miklar og sjávarútvegi. Sko, í hvaða samhengi það? Ef að við lítum til arðgreiðslna sem hlutfall af hagnaði úr sjávarútvegi, ef við skoðum meðaltal síðustu 10 ára, 2013 til 2022, þá hefur það verið 31%, 33% í sjávarútvegi. Af atvinnulífinu í heild sinni, að undanskildum sjávarútvegi, þá er það 41% af hagnaði í arðgreiðslur. Þannig að arðgreiðslur og sjávarútvegi eru til muna minni en í hagkerfinu heilt yfir. Og einhverjum kann að finnast það bara í lagi, en það getur líka verið áhyggjuefni upp á það að fjármagn leiti í sjávarútveg. Við erum í samkeppni fjármagni líka og það er það sem að meðal annars bendir á í skýrslunni sem að við birtum á mánudaginn sem að Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus og Birgir Þór Runólfsson skrifuðu, að það er þessi brenglun atvinnuhátta, að það sé ein atvinnugrein skattlögð umfram aðrar. Að það brenglar hvert fjármagni leitar í atvinnulífinu. En ber þetta vottum það að það hafi einhver brenglun á sér stað af völdu veiðigjaldsins? Þeir tala bara veiðigjaldi almennt, ekki breytingarna sem við fyrirhugaðar. Veiðigjaldið að brengla þetta, það veldur því að atvinnuveginir verði ekki eins albærir og standa ekki jafn vel. Sjávarútvegurinn stendur mjög vel. Ef að hagnaðurinn af fiskveiðunum 30 til 40 milljarðar á ári, þá augljóslega mikil umsvif, þetta mjög arðsöm atvinnugrein. Er óeðlilegt að þeir sem að eiga auðlindina eða hafa yfirráð yfir henni, sem það bara hið fullvalda ríki Ísland, segi, já þið erum með 40 milljarða hagnað, uppsjávar veiðarnar að skila almennt mjög miklu þó að það sé upp og niður, er ekki alltaf að hækka veiðigjaldið úr 33% í 45%? Já, það er bara valid spurning og eins og ég segi, það hefur aldrei verið þannig frá sjávarútvegi og mér finnst það stundum líka verið að leggja okkur orð í munni að álykta út frá því sem að sagt er. Það hefur aldrei verið þannig að sjávarútvegur segir við eigum ekki að greiða fyrir afnota þessar auðlind. Það er alveg viðurkennt og aldrei tala það að það er að afnema lögum veiðigjald. En að bara segja, við verðum að meta þetta í samhengi við reksturinn. Og það eru miklar fjárfestingar í sjávarútvegi og við getum ekki tekið of mikið út úr því. Það að það sé 29 milljarðar króna hagnaður af fiskveiðum og að ríkið taki til sín af því 7 til 10 milljarðar króna, það er dágóð summa. En ef við ætlum að skoða bara virt tekjuskattshlutfall, af því að í raun veiðigjaldi ekki annað en tekjuskattur en heitir annað, en þetta er tekið af afkomu, að þá erum við að segja að virt tekjuskattshlutfall af fiskveiðum 58%. Þá eftir þá 42% til þess að fara í fjárfestingar, greiða út arð og svo framvegis. Þannig að þetta hefur verið ágætisjafna, en þetta tekur í við og við, því að það árar ekkit alltaf vel í sjávarútvegi. Þú segir eins og nefnir, stundum afkoma af uppsjávarveiðum til bara mjög blómleg, en við sjáum líka árferði þar sem mjög erfitt og við erum einmitt bara að upplifa þá tíma akkúrat núna. En þá borgar menn ekki veiðigjaldið? Já, ef að það er algjör loðnubrestur, þá engin afkoma það árið og þá verður 0 krónu veiðigjald 2 árum síðar. Það má alveg diskutera það. Áður var það þannig í lögum að það var aldrei lægra en tiltekið lágmarks krónutala á kíló. Þetta bara eitthvað sem að löggjöfin þarf að ákveða og hefur ákveð. Þannig að þú greiðir þá ekki veiðigjald vegna þess að þú ert búin að vera með bara fjárfestingu og fólk í stoppi í 1 og jafnvel 2 ár. Þannig að þá kannski eðlilegt að það sé eitthvað svigrúm þegar hlutir fara af stað aftur, að þú hefur beðið ákveðið tjón bara við það. Að þú náir ekki að nýta þessa fjárfestingu þína. En það er ekki bara loðna sem kemur og fer.
Ég meina við náðum ekki að klára hérna makrílkvótan okkar núna vegna hvers, jú, þetta mjög stutt vertíð, þetta vandasamt að ná þessum hérna tegundum á mjög stuttum tíma. Það geta bilað skip á miðri vertíð eins og gerist núna og við erum með tiltölulega lítinn en rosalega skilvirkan flota og þá leiðir það bara til þess að okkur tekst ekki að ná hérna þeim kvóta sem höfum sett okkur. Margt sem bendir til að þorskurinn sé að gefa enn frekar eftir, það eru uggvænlegar tölur sem að maður sér af nýliðun, sérstaklega í þorskstofninum. Ég held nú reyndar að þorskstofnin standi ágætlega. Við höfum aldrei séð þorskstofnin í sterkri stöðu og sterka aldurshópa alveg frá 0 og upp í 14-15 ára þorsk sem þetta elsti þorskurinn gefur best. Þannig að við höfum í raun aldrei við erum í ókönnuðum lendum þegar að kemur að því hversu sterkur svona eldri þorsk, eldri árgangar eru. En við höfum enn ekki séð, og það er kannski áhyggjuefni, að við höfum ekki séð svona virkilega sterka árganga nýja koma inn sem geta rifið töluna vel upp. Þannig að við erum á svona stundum niður og stundum upp í svona meiri jafnvægis sveiflu í þorskinum. En firna sterkur þorskstofn sem er kannski annað en aðra þjóðir geta sagt, við erum að sjá verulega niðurskurð núna bara í Barentshafi á þorski. Þetta áhyggjuefni, en ég meina svona náttúran og við hana verður bara að lifa og bregðast við frá einum tíma til annars. Á mánudaginn vísaðirðu í 20 ára gamla ræðu frá Árna Mathiesen, veiðigjaldið var sett á fyrst fyrir 20 árum og þar ákall af hans hálfu að það skapist friður sjávarútveginn. Síðan þá hafa menn verið að krukka í veiðigjaldinu fram og aftur á 2-3 ára fresti. Heldur það sé einhver leið að ná sátt, getur verið að þessi tillaga sem að kemur frá matvælaráðherra núna sé leið til þess að sjatla þetta mál eitt skipti fyrir öll eða ekki og kannski liggur svarið í uppi því að þið virðist vera frekar brjáluð yfir þessum hugmyndum. Sko ég held að það sé ákveðin svona tálsýn að halda að það verði einhvern tímann einhver endanleg sátt sjávarútveg. Nýting náttúru og auðlinda í eðli sínu bara hápólitískt mál og það verður alltaf tekist á það hvernig við nýtum auðlindina og hverjir fá að nýta hana frá einum tíma til annars, bara á milli hægri og vinstri í pólitík. Þannig að ég held að sjávarútveg verði alltaf bitbein pólitíkur. En maður hefði óskað sér að það væri meiri kannski svona fræðsla af hálfu hins opinbera svona til almennings bara það út á hvað þetta kerfi gengur og hver hinn raunverulega skattlagning eða hvaða gjald þetta sem verið að greiða. Eins og þetta, bara 58% virkum tekjuskatti rennur í ríkissjóð. Það ekki nóg? Af hverju meira? Af hverju þarf að vera 70% eða 80% af hagnaði? Eitt af því sem hefur verið nefnt í því sambandi endurfjárfesting eigenda sjávarútvegsfyrirtækjanna í öðrum þáttum atvinnulífsins. Við sjáum það vítt og breitt í samfélaginu og áhrif þessara fyrirtækja og eigenda þeirra teygja sig mjög vítt og breitt. Erum við ekki með geysilega góðri afkomi af þessari auðlind sem í eigu þjóðarinnar að búa til eða koma upp ákveðnum hópi manna sem á grunni framlegðar þar inni nær völdum og ítökum og áhrifum út allt samfélagið? Ég held að þessu sé ofaukið þessu tali að þetta séu hópar manna. Það eru einstakir aðilar sem að hafa hagnast vel á sjávarútvegi og hafa svo sem gert þetta sínu ævistarfi og bara gott og vel, þeirra fyrirtækjum hefur gengið vel. En ef við horfum aftur bara til þess hverjar eru arðgreiðslur úr sjávarútvegi sem hlutfall af hagnaði, þá þetta bara eðlilegt og þetta eðlileg ávöxtun fjármuna og vinnu sem hefur farið að byggja upp þessi fyrirtæki. Og þetta kemur auðvitað ekki bara af nýtingu auðlindarinnar. Þetta kemur af bara þjónustu, viðskiptavinni, sölu, markaðssetningu. Þetta ekki bara hægt að hengja þetta á auðlindina. Þannig að ég myndi ekki sjá ofsjónum yfir þessu. Við erum líka núna, ég meina það eru fyrirtæki sem eru komin á markað, ég meina það 3 stór sjávarútvegsfyrirtæki komin í Kauphöll, þá með dreifðara eignarhald og fleiri sem hafa aðkoma að þessu, meðal annars lífeyrissjóðir. Það eru líka 2 svona burðug fyrirtæki sem eru í svona kaupfélagseign sem þá dreifð eignaraðild á þeim svæðum þar sem þau eru. Þannig að eignarhald í sjávarútvegi svona tiltölulega dreift og ólíkt frá einu fyrirtæki til annars. En Það eru þetta stórir kjölfertu fjárfestar í öllum þessum félögum sem að þú nefnir líka í Kauphöllinni. Þú nefnir Ísfélagið, Síldarvinnsluna og síðan Brim, að þá eru þetta fyrirtæki sem að eru metin að markaðsvirði í dag á 450.000 milljónir. Þess að núverandi eigendur sem eru þessir hópar sem ég að vísa í,
ef að þetta fólk myndi seljast út úr greininni einni svipan þá eru það 450 milljarðar. En ég myndi, maður ætti í raun að fagna því og mér finnst umræðan aðeins þetta, arðgreiðslur og hvert fyrir arðgreiðslur ekki annað en fjármunir sem ekki lengur not fyrir í fyrirtækinu og fara þá annað. Og það að þeir sé síðan fjárfest inn í íslenskt atvinnulíf annar staðar til þess að búa til verðmæti og hvað það sem við þurfum að gera? Til þess að byggja þetta undir hagsæld, þá þurfum við bara verðmætasköpun. Og það að peningarnir fari í vinnu annar staðar, það ætti ekki að trufla mann. Það er allavega mín lífsskoðun að það ekki að trufla vegna þess að þetta til hagsbóta fyrir okkur öll. En ég ánægð með það samt að í mörgum tilvikum það þannig að þessir aðilar eru að fjárfesta í annaðhvort nýsköpun tengdri sjávarútvegi, greinum sem að þeir hafa þekkingu á, ekki þá beint sjávarútvegi eins og til dæmis í fiskeldi, þar sem að eigendur, þá sjávarútvegsfyrirtæki eða stóri hlutafar þar, eru að koma inn í fiskeldið í meira mæli. Mér finnst það mjög jákvætt vegna þess að það hefur auðvitað verið sá blær á fiskeldinu að þetta séu erlendir aðilar sem að hinga að koma og þetta eigi enga tengingu við Ísland eða hvað þá að þetta skilji eitthvað eftir hér sem er reynda rá. En þarna erum við að nýta framúrskarandi þekkingu okkar úr sjávarútvegi til þess að láta hana flæða inn í fiskeldi sem að byggjast upp hér á landi og það finnst mér jákvætt. Þannig að það sé verið að fjárfesta í íslensku atvinnulífi en ekki í atvinnulífi einhvers staðar annars staðar í heiminum. Mér finnst það jákvætt. En þú hefur þá persónulega ekki áhyggjur af því að aukin eða mikil auðsöfnun á grunni þessara atvinnugreinar geti valdið ójafnvægi í samfélaginu, þar að segja bara misskiptingu í raun og veru? Auðvitað getur maður alltaf haft áhyggjur af því og ég meina við viljum hafa samfélagi þannig. Hefur áhyggjur af því? Já, nei, ég myndi ekki hafa áhyggjur af því. Þetta er ekki þess háttar auðsöfnun eða þess háttar massi af fólki að þetta verði einhver eins og stundum er talað elita eða eitthvað þess háttar. Alls ekki. Og mér finnst það jákvætt, nú hafandi kynst þeim sem vinna í sjávarútvegi eða þeim sem eiga þessi fyrirtæki. Þetta eru bara harðduglegt fólk sem hefur unnið þarna kynslóð fram af kynslóð og jafnvel aldrei greitt, það eru mörg fyrirtæki sem hafa ekki greitt út arð í marga áratugi. Síðan selja þessar fjölskyldur fyrirtækin og það er einhver önnur fyrirtæki sem taka við sem ætla að gera meiri verðmæti úr þessu og aðrir hætta. Mér finnst umræðan miklu frekar og hún ætti kannski að beinast meira að því þegar að það er verið að selja sig út úr sjávarútvegi. Að þar hefði mögulega ríkið átt að sækja meiri fjármuni þar. Ég veit að það myndi þá bara endurspeglast í verðinu, í viðskiptunum, en það hefur verið sagt bara ef að það var einhvern tímann auðlindarenta í sjávarútvegi, þá hafa þeir sem að í sjávarútvegi í dag þurft að fjármagna að kaupa þá út sem að hættu. Hvernig segir það fyrir þér? Bara aukinn fjármagnstekjuskattur af söluhagnaði? Ég veist að ég hef enga útfærslu á því, en það er ég almennt ekki talsmaður hærri skatta. En ef að það er þannig að það er eitthvað til sem heitir renta, þá hefur verið sagt að það er líklega búið að þeir hafa farið með rentuna út þeir sem hafa selt sig út úr greininni. Og mér finnst það líka stundum gleymast í þeirri jöfnu. Það er oft talað eins og ríkið hafi búið til kerfið og þar með efnuðust einhverjir verulega, að þeir hafi í raun fengið fiskveiðistjórnarkerfi að gjöf. Það má ekki gleyma því að það var sjávarútvegur sem þurfti að borga fyrir hagræðinguna og þurfti að borga fyrir það að það yrði arðsemi í fyrirtækjunum. Hvernig? Jú, með því að fjármagna það að kaupa aðra út. Þannig að fjármagna samþjöppunna. Þannig að það var ekkert ókeypis fyrir sjávarútvegi að þá sem eftir standa í sjávarútvegi að koma sjávarútvegi á þann stað sem hann er í dag. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Og mér finnst það að þegar maður hittir kollega sína erlendis og erlenda prófessora sem að hinga hafa komið í svona auðlinda hagfræði, þeir segja það er meginregla fremur en undantekning að þjóðir sem búa við rík fiskimið klúður í málum. Þið eruð undantekningin frá meginreglunni. Þannig að fyrir alla muni reynið að gæta að þessu sem þið hafi skapað hér á landi. Að klúðra því ekki. Og mér finnst þau stundum svona sofandi á feigðarósi með þetta, að halda einhvern veginn þetta gerist að sjálfu sér vegna þess að hér séu ríkuleg fiskimið. Það er bara ekki þannig. En hvernig er nú eitt af því sem að matvælaráðherrann opnar á er að heimila aukna samþjöppun í sjávarútvegi með því að þetta hámark af heildar aflahlutdeild verði fært úr 12% ef ég skil þetta rétt í 15%. Menn hafa talað að þetta þurfi jafnvel að gerast að því að sum af þessu stóru fyrirtækjum er að reka sig upp í þakið og hafa þurft að selja frá sér aflaheimildir og hvart undan því að það dragi úr hagræðingu eða hagræði. Er það svona skiptimynt sem að þið getur fellt ykkur við hærri skattlagningu? Í fyrsta lagi hefur sjávarútvegsráðherra núna dregið þetta tilbaka og hún mun ekki leggja fram frumvarp sem að hækka þetta upp í 15%. Þannig að það er þá væntanlega út af borðinu.
En samtökin hafa ekki tjáð sig með þeim hætti að það eigi að auka hámarkshlutdeildina úr 12 í 15. Það hins vegar þannig að það að hafa hámarkshlutdeild í öllum tegundum í raun óframkvæmanlegt. Vegna þess að þá getur sá aðili sem kannski komið nálægt þakinu, hann getur sveiflast bara innan ársins nokkrum sinnum vegna þess að það getur verið stór loðnuvertíð eða engin loðnuvertíð eða samdráttur í ýsu eða hvað það getur verið. Það engar ákvarðanir sem að þessi aðili tekur sem leiðir til þess að hann getur þurft að selja sig niður. Þetta auðvitað mikið svona, það skortur á fyrirsjáanleika í rekstri sem þannig að þú þurfir jafnvel að selja frá þér heimildir innan árs. Þannig að samtökin hafa alltaf talað fyrir því að það færi betur á því að afnema hlutfall af heild og hafa bara hlutfall í stærstu tegundum. Men þetta ekki margar tegundir sem að skapa mestu verðmætin hér á landi. Og við erum nú þegar með þessi hámörk. Ráðherrann opinn fyrir þessu? Ég meina þetta frumvarp ekki lagt fram núna og þetta ekki á þingmálaskrá. Þannig að ég vænti þess að ráðherra sé þá ekki hrifinn af þessu. En þetta í raun bara svona prinsippmál eða sanngirnismál að það sé í raun hægt að starfa í samræmi við lögin og vera með svona tiltölulega ágætan fyrirsjáanleika. Að þú getur stýrt í sjálfur hvort þú sért upp fyrir eða niður fyrir 12%. En þetta ekki bara samningatækni að vera ekki með þetta inni og nú leggja með fram frumvarpið og þið gerir allt vitlaust og forsætisráðherrann efins og þá segir þau, já, við getum boðið ykkur þetta 15% hluta. Ég myndi gera það þannig. Jú, þú ætti kannski að vera á þingi, en ég ekki að sjá fyrir mér að þetta fari fram. Úr því sem komið að það búið að velja þarna móla og ég skal bara segja það nákvæmlega eins og þetta eru mólar sem eru hagfelldir Vinstri grænum. Þetta ekki mólar sem ég tel að sé samstæðu í ríkisstjórnarflokkunum og ég meina það þegar komið í ljós vegna þess að forsætisráðherra tjáði sig með þeim hætti á fundurum hjá okkur og honum hugnaðist ekki eða honum fyndist þetta sérkennileg tillaga til skattahækkunar eða hækkunar og gjaldtöku í sjávarútvegi. Þannig að þetta svona verið að velja þá bita sem að eru hagfelldar stefnu Vinstri grænna og það var í raun það sem við sögðum í upphafað yrði niðurstaðan. Hvers vegna að fara í alla þessa vinnu sem heitir auðlindin okkar og í því yfirskinni allt setja einhver mikil stefnumótun og allir fá að eiga sæti við borðið og allt þetta þegar á endanum þetta hinn pólitíska ábyrgð ráðherra og hann ekki að fara að leggja fram frumvörp sem eru í andstöðu við hans eigin stefnu. Þannig að eðli máls samkvæmt verða frumvörpin alltaf VG-leg. Þannig að nú búið að skræla af þessu risa frumvarpi þar sem átt að gera heildarlögum sjávarútveg með alls konar krúsidúlum í niður í þessi fáu frumvörp sem að eru í raun bara gömul hjartansmál VG. Heldurðu þá að það verði ekki samstæð þetta í þinginu? Þetta fari ekki í gegn með þessum hætti? Mér finnst það ólíklegt. En mér finnst það ólíklegt ekki vegna þess að þegar maður horfir til stefnu flokkana að sumir eru hafa efasemdir aukna skattheimtu og svo framvegis, en líka bara þegar að kíkt betur undir húddu og einhver raunveruleg greining fer fram á þessari tillögu sem hefur ekki farið fram, að þá hljóta menn að sjá að það sé orðið mikil ofur skattlagning ef að það eiga að fara 83 krónur á hverjum 100 frá uppsjávarveiðum til ríkisins og eftir eiga að setja 17 krónur í fyrirtækinu til þess að fjárfesta og greiða út arð og það sem þarf að gera inn í fyrirtækinu. En sá flokkur sem að fer með heimilskautum í könnunum núna og líklegastu til að leiða næstu ríkisstjórn, þau tala mjög óbeskátt það að þau eru nákvæmlega til í þessa gjaldheimtu. Mér finnst það bara synd að allir flokkar eru einhvern veginn, mér finnst við aðeins búin að tapa svona einhverju heildarsýn bara hvert verkefni stjórnmálanna. Ekki verkefni stjórnmálanna það að búa til verðmæti þannig að hér verði hagvöxtur og góð lífskjör áframhaldandi. Menn tala líka jöfnuð sem að ég nefndi hér. Klárlega og ég meina við erum, hið skandinavíska módel jafnaðar módel í eðli sínu en að okkur takist ekki að setja fókusun á það hvernig ætlum við að tryggja hér hagvöxt og góð lífskjör til framtíðar. Það gerist bara með því að við búum til meiri verðmæti í dag en í gær og það eru engar pælingar í gangi, ekki hjá neinum flokki, það hvernig getur sjávarútvegur auki verðmætasköpun þannig að hann haldi áfram að leggja ríflega til samfélagsins. Samfylkingin bara á nákvæmlega sömu vegferð og aðrir flokkar í að einbeita sér bara að gjaldahliðinni. Og það það sem auðvitað niðurstað þeirra skýrslu sem við höfum núna fengið og ég finna menn geta að diskutera hana og aðrir fræðimenn komið fram og sagt að þeir séu ósammála. Við viljum bara láta fræða samfélagi þá eftir að ræða þessa skýrslu. En niðurstað skýrslunar alveg skýr að þetta eru pólitískar keilur. Þú ert að segja, ég ætla að hækka skatta og ná inn einhverjum 1-2 milljörðum
sem engu máli skipta í stóra samhengi hluta. Þú fjármagnar ekki heilbrigðiskerfi á því að þess vegna tvöfalda veiðigjaldið. Það mun bara hverfi í hítina. En þetta eru pólitíska keilu við það að segja ég fæ peningan inn í dag og það duga með næstu 4 árin eða bara næst fram á kosningum. En til lengri tíma þá mun það skaða alla vegna þess að þú dregur úr fjárfestingu í sjávarútvegi, það er aukin rekstrar áhætta, þú bara minkar hagnaðin í sjávarútvegi, þar með ertu að minka hagvöxt, minka landsframleiðslu þegar til lengri tíma lætur. En þú ert undir rós að segja að þið séu á móti veiðigjaldinu. Því að það eru nákvæmlega sömu rök sem að gilda þá alla skattlagningu. Jú, maður gæti sagt það. Í sinni hreinustu mynd það nákvæmlega þannig. Það er það sem skýrslan segir, sem að þið leggja fram. Í sinni hreinustu mynd. En við vitum það og það á auðvitað greiða fyrir afnot af nýtingu auðlindarinnar. En þetta má ekki verða þannig að segja bara, nú ætlum við bara alltaf að sækja meira og meira í fjármuni til atvinnulífsins, sjávarútvegur eða aðrar atvinnugreinar og halda að það komi ekki niður á fjárfestingum, komi ekki niður á framtíðar verðmætasköpun. Og mér finnst við verða að gera meiri kröfur til stjórnmálana að þegar að lögð eru fram frumvörp verulega skattahækkanir að það séu allir þá meðvitaðir það og með opin augun fyrir því að það er verið að skaða verðmætasköpun. Talandi kröfur á stjórnmálin, það er mikið rætt þann möguleika að Bjarni Benediktsson hverfi úr pólitík á landsfundi í febrúar. Þitt nafn hefur verið nefnt sem mögulegur arftaki, þar að segja að þú myndir bara dengja út í pólitíkina og bjóða fram til formennsku í Sjálfstæðisflokknum. Kemur það til greina? Nei. Alveg klárt? Bara 100%. Er það loforð? Já, það er loforð. Nei, bara kemur ekki til greina. Ég dáist að fólki sem að fer í pólitík og örugglega mjög spennandi starfsvettvangur. En ég held að kröftum mínum og tíma sé betur varið til annara verka og áhugi minn kannski líkur annars staðar. Það er líka til fólk sem að dáist að fólki sem að tekur að sér það verkefni sem að þú sinnir. Já. Þakka kærlega fyrir komuna Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Takk. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Við hlökkum til að sjá ykkur áhorfendur góðir næsta föstudag, ekki seinna þá, 2:00. Sjáumst þá.